Benedikt, þá var það leikur 2 í þessum landsliðsglugga fyrir að koma heim frá Spáni í gær. Hvernig var ferðalagið til Huelva? Ferðalagið var bara fínt og já, með millilendingum í Amsterdam og London og fengum bara fín flug og fór vel okkur. Svolítið alþjóðlegt ferð. Já, þetta er mjög alþjóðlegt hjá okkur alltaf og já, það er verst að enginn býður upp á beint flug til Huelva. Það er kannski næsta dagskrá hjá einhverjum. Leikurinn úti á móti besta liði Evrópu, Spáni. Það var svolítið svona þungt hjá okkur, eða hvernig metur þið? Já, ég myndi segja að þetta hefur verið erfitt. Já. Þetta var við vorum að spila á móti liði sem var alveg 3 númerum stærri en við þegar náns kemur að íþróttinni allri bara og þetta er lið sem þú veist, getur bara gefið bandaríska landsliðinu, draumaliðinu kvenna með bara leiki og hrikalega öflugar og ég er nú búinn að vera að svona melta þennan leik og skoða hann og svona ég held að þetta sé besta lið sem að ég hef bara mætt á ferlinum saman hvort þessi kalla eða kvenna. Því að þú veist, það var ekki ein slæm ákvörðun sem einhver leikmaður tók allan leikinn. Þú veist, þetta er bara liðsheildin og einstaklingsgæðin þegar þau koma svona saman og hæð og styrkur og allt þetta þá held ég að þetta sé svona flottasta lið og besta lið sem að ég hef mætt, þannig að þetta var mjög erfitt. Stórt tap, ég meina íslenska liðið á nálega svona 1-1 spretti í þessum leik samt, svona jákvæða punkta. Hvað svona heildar reynsla á svona að spila móti svona sterku liði, hvaða jákvæðu punkta getur þjálfari liðs tekið út Já, þetta er góð spurning. Það kom mér með glettilega óvart þegar við förum að skoða leikinn að það var slatta jákvæðan hlutum sem við gátum tekið sem að við vorum búin að vera að vinna í varnarlega sem að við vorum að gera vel. Þetta kannski hljómar asnalega þegar þú tapar svona stórt en þú veist, margar færslur alveg tipp-topp sem að kannski endaði samt með að við fengum frist bara í grillið á okkur en vorum á réttum stað og réttum tíma og náðum að rótera vel, alls konar svona hlutir. Þannig að já, eins og manni leið þegar leikurinn var í gangi þá kannski leið mann ekki þannig en þegar maður er búinn að aðeins líða frá leiknum og skoða náttúr þá kom mér óvart að það var margt þarna sem við gátum tekið jákvætt úr þessu sem við ætlum að taka í leikinn á morgun. Leikurinn á morgun, 16:30 í Laugardalshöllinni og ekki bara verið kallaður leikur, þetta hefur verið kölluð hátíð í höllinni á morgun. Það er alls konar einhverjir viðburðir í húsinu. Það er Rúmenía sem kemur í heimsókn. Ykkur gekk ágætlega á móti þeim úti, eða ekki? Töpuðum fyrir þeim úti í hörkuleik. Þessi náttúrulega riðill þetta er svona svolítið tvískiptur riðill. Þetta eru 2 frábær lið sem eru klassa betri heldur en við og Rúmenía. Ísland og Rúmenía hafa verið að tapa stórt fyrir þessum 2 liðum og síðan spila hörkuleik sín á milli, þannig að ég reikna með hörkuleik hérna morgun, 50-50 leik, þar sem að hlutirnir þurfa að ganga upp hjá okkur og við þurfum að vera upp á okkar besta til þess að auka líkurnar á sigri en við þurfum að eiga góðan varnarleik og sóknarleik og með frábæri stemningu inn í höllinu til þess að hjálpa okkur við það og bústa stelpurnar aðeins upp þegar þær finna stuðning og svona jákvæða hvatningu þá held ég bara eftir að hafa góð áhrif á þeirra frammistöðu, þannig að ég treysti á það að stuðningurinn og umgjörðin fleyta okkur í gegnum þetta. Bestu þakkir, Benedikt. Takk að þér.